Góða kvöldið, ég að fara í teboð hérna hjá félagi Royalista í Neskaupstað. Þetta hópur fólks sem á það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á kóngafjölskyldum. Ég mjög spennt, við skulum drífa okkur í þetta. Það rík flóra af ýmsum félagsskap á Norðfirði. Mikið hópa sem fara saman í gufu, þó nokkrir saumaklúbbarnir, en það bara einn klúbbur sem fyrir Royalista. Fyrir þá sem ekki vita eru Royalistar fólk sem heldur mikið upp á konungsfjölskyldur hvaðanæva að úr heiminum og hefur gaman af því að velta fyrir sér lífi og störfum kóngafólks. Elín Guðmundsdóttir upphafskona félags Royalista á Norðfirði. Elín, takk fyrir að bjóða mér í teboðu. Já, ert bara velkomin. Hvernig datt þér og ykkur þetta í hug? Það svona blunda í mér svolítið lengi, var svona pínlítill Royalisti, aðalega svona sjóið. Það meira en svona einhverju fullir alvöru. Og ég og mamma höfum til dæmis klætt okkur upp að svona þeirra brúðkaup í sjónvarpinu. Þá höfum við klætt okkur upp og sett okkur hatta og skálaði í kampavíni. Og svo hefur þetta svona svolítið svona verið umræðin á kaffistofunni í vinnunni hjá mér. Og fólk svolítið svona verið að djóka með þetta. Og þar síðasta sumar þá við skiptumst á að halda föstudagskaffi í vinnunni. Og ég átti að halda kaffi rétt eftir að Meghan og Harry voru búin að gifta sig. Þannig að ég mætti með dúka og sparistellið mitt og hélt svolítið svona high tea í tilefni af því. Svona konunglegt þema. Já. Og þá hefur við alltaf verið svona rætt, eða svona meiri djók en alvöru að halda, að stofna félag. 9. febrúar 2019 átti ég afmæli. Já, átti ég nefnilega afmæli. Og mér finnst alltaf pínu svona vandræðilegt að halda boð svona til með afmælinu. Ég veit aldrei hvað ég að gera við afmælidaginn minn og svona. Þannig ég ákvað að gefa sjálfur mér í afmælisgjöf að stofna félag Royalista. Hvernig fer svona hefðbundinn fundur fram? Já, þetta nú frekar svona óformlegt. Bara þeir mæta sem vilja mæta. Við erum bara með auglýsi á Facebook, bara í grúppinu okkar. Þeir eru fundir, yfirleitt með mjög stuttum fyrirvara. Og ég set saman svona dagskrá og þá það bara umræðuefni kvöldsins eru þá svona helstu hlutir sem hafa átt sér stað í konungsfjölskyldum allan heim. Já, ok. Og ég reynir svona að taka á svona víðu hlutunum og ræða svona ýmislegt. En svo erum við ekkert endilega að ræða það þegar við hittumst, sko. Nei, við koma bara vinir og kunningjar og einhverjir og vinir þeirra og bara þeir sem vilja. Og oftast bökum við, ég og maður minn, skóns og búum til klottet krím og svo kannski einhverju tertu með eða eitthvað. Stundum koma gestirnir með veitingar og svo bara te og kaffi og við sitjum bara og slúðum konungsfjölskyldur. Formlega og óformlega. Já. Og þú veist, það mega allir vera með sem vilja. Þarf fólk að vita eitthvað konungsfjölskyldur? Nei. Eins og við höfum svolítið djókað með að þá kannski svona lágmark að þekka ykkur nöfn eða horfa á krán en nei, maður þarf ekki að vita neitt og þetta ekkert eitthvað stíft, sko. Þetta ekki eins og, við bara hittumst og ræðum hlutina. Fólk á svona sínar uppáhalds konungsfjölskyldur kannski konungsfjölskyldur í löndum sem þau hafa búið í. Við Benni höfum búið í Danmörku og við höldum svolítið upp á hana og sumir hafa búið í Svíþjóð eða Noregi. Svo einn félagsmaður sem hefur stundum komið og hann frá Þýskalandi og hann talar stundum um svona gamla Royalista frá Þýskalandi. Það einn sem heldur mest upp á konungsfjölskyldunni í Bútan. Við hefur haldið fyrirlestur um hana. Í Bútan? Já. Það áhugavert. Hvernig sú konungsfjölskylda? Það bara svona lítileg sæt konungsfjölskylda sem ég er engin sérfræðingur. Þetta land í Suður-Asíu og þetta svona land sem mælir hagvöxt í hamingju fólks. Það hljómar rómantískt. Já, og konungurinn ferðast sveiti landsins reglulega og heimsækir fólkið og já, þetta mjög svona Svona þessi gömlu ævintýrunum eiginlega. Já, einmitt. Og þannig að það var mjög gaman að fá svoleiðis og svo höfum við bara rætt royalískar fæðingar og vandamál í fjölskyldunum og dramað sem gengur á og svona. Já, það ekki alltaf eitthvað?
Jú, allavega á einhverjum bæjum. Ég heyrði einhverja sögu það þegar ég komst að því að þessi félagsskapur ykkar væri til. Þá heyrði ég að það hefði einhvern tímann verið krísufundur út af einhverjum sokkum. Getur það passað? Já, já. Það var skírninni hjá honum þegar Archie Harrison var skírður. Þá héldum við skírnaveislu og einn félagsmaður talaði það og hún var mjög ósátt við það í hvernig sokkum Harry var. Hvort hann hefði í hvítum sokkum eða gráum sokkum eða hvernig sokkum var maður ekki. En það var eitthvað svona alveg bara algjörlega eitthvað svona sem ég tók ekkert eftir. Þannig að hún hafði samband við vin sinn sem er sérfræðingur í svona siðum og venjum og svona sérstaklega, já, royalískum hefðum og svona. Og fékk svona ráð hjá honum og hann var sammála því að hann var nú ekki í huggulegum sokkum en Harry. Já, þannig að niðurstaða, áhyggjurnar, það var fótur fyrir þeim. Já. Það er gott. Ég tók eftir að karlkyns félagsmenn ykkar í kvöld eru í áhugaverðum sokkum. En það er kannski ekki út af því. Nei, þeir eru bara svona skrautlegi menn. Mikið var skrafað og hlegið í teboðinu. Líflegar umræður sköpuðust nýjasta slúðrið af bresku kóngafjölskyldunni, glæsilegar veitingar glöddu bragðlaukana og það er óhætt að segja að gestirnir hafi skemmt sér konunglega.